Komið sæl og blessuð, kæru naut. Sjáu þið sumarfílingin í spilunum ykkar. Ég er búin að leggja hérna spilin, fyrstu. Og það kemur bara hérna, ég fæ hérna til mín enska orðatiltæki business is blooming. Það er eitthvað að blómstra í lífi ykkar og fyrir einhver ykkar er það viðskipti. Og framundan er afskaplega góður tími varðandi kaup og sölu, varðandi fjármuni, flutninga, það að selja eignir, kaupa eignir. Framtíðin bara blasir við og ég myndi vera með sólgleraugun ef ég væri þið. Það er hérna góð gæfa, heppni, alltaf fallega sem að sumarið stendur fyrir, birta, ljós og hlýja og stjörnumerkin 3 sem að þið tengi við sumarið sem að hér á Íslandi gæti verið tvíburi, ljón og krabbi eða tvíburi, krabbi, ljón, meyja. Gæti alveg farið inn á merkið ykkar líka ef að þessi merki segi ykkur eitthvað. Gæti verið manneskja sem að er í þessu merki sem er hjart ykkar kær. En þá er eitthvað góð samskipti við hana framundan og þið ykkar sem er í ferðamannabransanum, það er eitthvað gott líka að koma hérna inn fyrir ykkur. Það er verið að stofna kaffihús, það er verið að reka opna kaffihús, það er verið að bjóða fólk velkomið, verið að fagna fólki með veitingum. Það er einhvers konar þannig business í gangi og blómstrandi tími framundan. Óskir ykkar varðandi framtíðina, þið ykkar sem hafa sett fram ýmist leynt eða ljóst, þær munu rætast. Það eru ástríður hérna og spennandi tímar varðandi ástamál og alveg pottþétt flutningar fyrir stóran hluta ykkar. Breytingar á húsnæði þar að segja og það gæti verið atvinnuhúsnæði líka. Vá hvað þetta er eitthvað ótrúlega blómstrandi lestur. Ég bara var það þannig. Kíkjum aðeins nánar á þetta. Það er rómantíkin og það að laðast að annarri manneskju og aftur hérna ástríðu orka í gangi. Ég er ekki hissa þó að einhverju væru að styrkja böndin í sumar, ef þau vilja að fara að gifta sig, fara að ferðast með ástinni sinni. Ég veit þetta hljómar eins og klisja, það er náttúrulega mjög margir sem gera það, en fyrir ykkur nautin skipta þessi skilaboð máli einhverja hluta vegna. Kannski er þetta eitthvað sem að þið voru að vonast eftir en voruð ekki búin að fá á hreint. Ferðalög eru hérna líka og það að ferðast í draumi, það er að segja þegar að þið eru ekki eins tengd við hylkið ykkar, efnislíkamann, þá hefur sálin frjálst spil og hún er líka að ferðast á nóttunni og skapa vonir og væntingar það sem koma skal. Það gefur ykkur líka tækifæri á að sjá líf ykkar í stærra samhengi og það verið að reyna að þrýsta einhvers konar upplýsingum í gegnum drauman ykkar
til ykkar til að koma á framfæri því að líf ykkar er að taka stakkaskiptum varðandi jákvæða hluti. Þriðja spilið hérna er svolítið dularfullt spil. Þetta er vitneskjan sem að þið eru að öðlast í gegnum drauma eða í gegnum einhvers konar sýnir. Þið ykkar sem hafið þá andlegu hæfileika virkjaða að öðlast sýnir eða eru að fá skilaboð með ýmsum leiðum. Þá er tíminn framundan líka ríkur af þannig skilaboðum. Og þetta er eitthvað sem að öll margir ykkar vita, kæru naut, og eru bara að fá staðfestingu hér í þessum lestri. Og ég bara óska ykkur til hamingju með það. Það er eiginlega bara ekkert hægt að segja neitt mikið meira nema ég fari bara að endurtaka mig. Það er bara dásamlega tími framundan. Njóttu leiðarinnar, njóttu ferðarinnar. Vertu útsjónarsamur eins og refurinn, planaðu hlutina. Hann er greinilega búinn að merkja hérna inn á kortið, rautt X, þar sem fjársjóðurinn liggur. Þú veist nákvæmlega hvar fjársjóðurinn liggur, kæra naut. Það er eitthvað sem þú ert með í huga. Leyfðu þér að fara bara á flakk. Hér stendur haltu áfram að fara áfram. Keep going forward. Það er að segja ekki stoppa, ekki láta hindranir stoppa þig. Klífðu fjöllin ef þú þarft þess, farðu í kringum þau ef þú þarft þess. Endilega haltu áfram þinni ferð og síðast en ekki síst bara stórkostlegt ævintýri. Taktu áhættu og aftur haltu áfram. Venture forward. Það er ekkert sem stoppar þig, kæra naut, nema kannski bara þinn eigin hugur eða þínar eigin efasemdir. Og þér tekst allavega að halda þeim í skefjum samkvæmt þessum spilum. Það er eins og sért að fá bæði staðfestingu hér og líka í gegnum draumana eins og ég sagði áðan. Ég hveti til þess að tala draumana þína til dæmis inn á símaðinn eða skrifa það niður leið þú vaknar, áður en þú gleymir þeim, áður en þú ferð inn í daginn. Þó það sé ekki nema bara nokkur stikkorð bara til að minna þig á hvað var það nú aftur sem að ég var að gera í nótt, hvað var verið að segja mér. Frábært, kæru naut. Ég bara samgleðst ykkur innilega með þennan tíma sem er framundan. Bara góða skemmtun. Ljós og kærleikur.